svona. Betra. Er, já, nú eru örfáar mínútur í leik. Gott mál.
kvöldi, kæru áhorfendur. Við erum að hefja hér leik milli Skautafélags Reykjavíkur og Skautafélags Akureyrar innan skamms. Þær eru að koma hérna á ísinn, stelpurnar.sa. Dómarar í leiknum eru Helgi Páll Þórisson og Ingibjörg Hjartardóttir. Þessi stelpur stíga nú inn á ísinn. Ég heiti Jóhanna Barðardóttir og ég ætla að lýsa leiknum hérna fyrir ykkur í kvöld. Þetta er frumraun mín, verandi einsömul. Ég vona að ég eigi eftir að gera ágæta hluti hér og lýsa því sem að fer fram með nokkuð öruggum hætti. Leikurinn í kvöld er síðasti leikur tímabilsins hjá SR-stelpum. Stelpurnar í SA eiga eftir að leika svo nokkra leiki gegn Fjölni í úrslitakeppninni. Leikurinn hefst nú innan skamms, stilla sér upp og fyrsta uppkast sem SA tekur. Hökkunni djúpt í varnarsvæði SA. SA hefur völd á bekkjunum. Brynhildur hjá SA stíkur hérna inni. Friðrikan er að halda bekkjunum inni í varnarsvæðinu. Ágætis pressa í SA-vingum. Alexandra leggur af stað hérna. Ber bekkjun inn í svæðið. Skýtur á markið. Birta Þorbjörnsdóttir stendur í markinu fyrir Skautafélag Akureyrar. SA-stelpur komast inn í svæði SR og reyna að ná skot á markið. Hringsóla hérna, reyna að ná færi. Andrea varði þetta. Skot frá Evu Karvelsdóttur. Skipta þær allar. Gunnborg er hérna með vald á bekkjunum og reynir að komast með markinu. Vörnin hjá SR tekur þetta. Caritas hjá SR á bekkjunum. Barningur hérna við blálínuna. Friðrika nær bekkjunum og kemur honum djúpt í hornið. SA-stelpur koma bekkjunum út.
Rangstaða. Stilla þessu upp fyrir uppkast. Rétt utan við bláu línuna. SR tekur rétt uppkast. Bekkurinn kominn djúpt inn í svæði SR. SR stelpur sjá við þeim og koma bekkinum út. Og góð barátta í þeim. Þessar stelpur sækja alveg ein hérna á markinu. Kristín fékk þennan pökk beint í sig, svo skot á mark sem Andrea varði. Skjóta hérna ört á markið. Það var oft sem að verður alveg ofsalega erfitt fyrir markvarinn að sjá pökkinn þegar þetta er orðið svona mikið krafak fyrir fram á markið. Bæði samherjar og mótherjar. SR stelpur ná skiptingu. SR stelpurnar náði hann ekki alveg. Dómur. Slashing, segir Helgi Páll á leikmann SR Caritas nr. 27. Fær 2 mínútur, eða 2 mínútur brottvísun fyrir slashing. Þá er uppkast tekið í varnarsvæði Skautafélags Reykjavíkur og þær spila manni færri næstu 2 mínútur nema það komi mark. Nú stilla stelpurnar SR sér upp þannig að þær reyna að loka krísunni og miðjunni, miðjusvæðinu fyrir framan markið. Þarna fór pökkurinn beint í dómarann. Heiður náði nú að skjóta honum út úr svæðinu en stoppaði hérna í skautunum hjá dómaranum. Það kemur stundum fyrir. Akureyringarnir reyna að stilla upp fyrir sókn. Það eru 2 þarna alveg í hnapp við markið. Góðar sendingar á milli og reyna að opna vörnina svo það ná í skoti. Þetta fór beint í lappirnar á Brynhildi og Friðrika rýkur upp með pökkinn. Skemmtis glæsileg varnarvinna hjá SR stelpum. Það er að ná að halda Akureyringunum alveg út úr svæðinu núna svona seinni hlutann. Það eru 20 sekúndur eftir af refsingunni hennar Caritasar. Og róar aðeins leikinn. Kristín fekk þennan pökk beint í höndina. Það getur ekki hafa verið gott.
Caritas er nú komin inn á, þannig að SR er komin með fullskipa lið. Glæsilegt skot hjá Alexandru, lendir beint í hjálmunum hennar Birtu þarna sem stendur í markinu fyrir SA. Annað skot frá Alexandru á löngu færi. SA-stelpur eru með mikinn baráttuvilja sýnist mér. Þær hafa verið að standa sig mjög vel núna undanförnum leikjum á þessu tímabili hreinlega bara. Og skot þarna á miðjunni, Andrea varði það. SA-ringarnir koma pekkinum út, komast í skiptingu og SA-stelpur sækja hart að marki. SA-ringarnir stoppa þessu sókn. Mér sýnist nú bara að vera mikill baráttuvilji í báðum liðum. Það eru sóknir og varnir alveg hérna beggja vegna á ísnum. Svo það hallar nú ekkert meira á annað liði heldur en hitt. Nú komið skyndisókn á SA. Rjúka hérna upp á móti marki. Áslaug sá við þeim þarna og Andrea einnig. Og skot á mark á bakhöndinni. Þegar þeir eru að taka svona sendingar á milli uppi við bláu línuna þá eru þeir að reyna að opna vörnina og reyna að búa til plást fyrir skotið. Glæsilegt skot beint yfir öxlina á Andreu. Erfitt að verjast þessu. Sýndist þetta vera leikmaður númer 24 hjá SA. Fyrsta mark leiksins þegar fyrsti leikhluti er það bil hálfnaður. Leikmaður númer 24, það er hún Katrín Björnsdóttir. Staðan er 1-0 fyrir SA. SA-stelpur koma á pekkinn þarna fyrir fram marki. Vonast til þess að Sami hefði náð að grípa hann en Apríl tók þennan pökk og kom honum út úr vörnarsvæðinu. Smá samskiptaklúður hjá SR.
reyna við skot á mark, en það fór nú ekki langt í þetta sinn. Þessar stelpur ná að halda pekkinum inni í sóknarsvæðinu. Það var skot langt yfir. Það endaði út fyrir blálínuna, svo þau þurfa að stilla aftur upp áður en þeir halda áfram að sækja. Glæsilegt hjá Brynhildi. Leikur hérna á þær. Pökkurinn skaust hérna út fyrir ísinn yfir battan. Þá er tekið uppkast sem næst þeim stað á ísnum sem pökkurinn fór út af á. Það stilla upp uppkastið. Þetta uppkast fór SR-megin. Reyna að ná skot á mark, það fer framhjá. Nú er ísing. Þegar pökkurinn fer yfir 2 rauðar línur á ísnum án þess að snerta leikmann, þá þarf að taka uppkasti aftur hinum megin á ísnum. Þess að má ekki skjóta honum bara alveg út í enda og halda bara áfram að spila. Apríl með vald á bekkinu. 2 hérna í einu fyrir Essa. Mikil barátta. Það eru ákveðnir hérna að koma þessum pekki út. Það gerir Guðbjörg Grönvold, en pökkurinn fer aftur yfir 2 rauðar línur án þess að snerta leikmann, svo það er aftur tekið uppkast í varnarsvæði SR. Þetta var stórhættulegt, glæsilega varið hjá hann Andri. Það var allt saman opið hérna á fjarstöngin. Þessi pökkur fyrir út fyrir. Guðbjörg Grönvold er alveg eftir honum og reynir að ná honum. Brynhildur ber ísinn hérna upp pökkinn. Nei, ber pökkinn upp ísinn afsakið. Alexandra með vald á pökkinu og hún komur hérna eina móti markmanni. Skýtur beint í magan á Birtu. Gott færi engu að síður. Misheppnuð móttöku og sendingu. Þessa það er stillað upp.
Skot framhjá og í stöggina. Dynja hérna á henni Andreu. Það er mjög mikilvægt fyrir markmenn og varnarmenn að vera viðbúnir fráköstunum, frá svona löngum skotum. Enn ein ísingin dæmd á lið SR. Og mega leikmann SR ekki skipta. Þannig að þær geta orðið ansi þreyttar þegar þær eru búin að vera lengi á ísnum. Skot á mark frá SA, Andrea varði þetta. SR-stelpur í sókn og þarna var Friðrika 1-5 stelpum frá SA. Þannig að hún var stoppuð af hérna rétt inn fyrir bláu línuna. Að reyna að opna hérna og ná skoti. Og aftur Andrea fristi pökkinn. Komast allir í skiptingu og það stilla svo upp fyrir uppkast. Brynhildur hjá SR tók þetta uppkast. Skot af löngu færi. Annað mark SA. Skora leikmaður númer 11. Hilma. Með stóðsendingu frá leikmann nr. 5, Inga, sem að skaut þarna fyrst af löngu færi af blálínni og Hilma tók frákast, skaut þarna upp í hornið fyrir ofan hana Andreu. Staðan er 2-0 SA í vil. SA-stelpur skjóta á markið, Andrea stoppar það, fristi pökkinn. SA-stelpur áttu þetta uppkastið eiginlega. Það er reyna að ná hérna, það náðu þarna glæsilega skot af mark. Það var hún Inga Aradóttir sem skoraði þarna. Staðan orðin 3-0 fyrir SA. SA-stelpur virðast vera komnar á bragðið.
Skulum sjá hvort að stelpurnar úr SR ná að sjá við þeim. Stelpurnar í SR eru að sækja. Reyna að ná skot á mark. Það er þetta smá flækja hjá þeim. Þarna reyndi Apríl skot frá bláu línunni. Hann fór aðeins framhjá. Þessar stelpur koma pekkinum út. Leikurinn heldur áfram, engin ísing, hann náði þarna að stoppa pekkin áður en hann fór yfir seinni rauðu línuna. SA í sókn á skot frá Ingu. Það beint í Áslaugu í vörninni á SR. Heiður stígur inn í þessa sendingu. Þetta er pekinn djúpt í hornið. SA-stelpur reyna að stilla upp fyrir sókn en það er mikil pressa frá SA. Það byrjar að pressa hátt á ísnum. Það gefa ekkert eftir sko. Brynhildur Pekkurinn er laus fyrir fram á markið. Leikmaður SA númer 18 Berglind Leifsdóttir fær 2 mínútna brottvísun fyrir húking. Frækt kilfunni í leikmann SR. Ég misti reyndar af þessu sjálf en Helgi Páll var alveg öruggur í þessari ákvörðun. Þá spila SR-stelpur einu manni fleiri næstu 2 mínúturnar. Eða sem sagt það eru 18 sekúndur eftir af þessum fyrsta leikhluta. Þannig að þær eru sem sagt einum fleiri núna síðustu 18 sekúndar og byrja þá annan leikhluta líka einum fleiri. Það skýtur hún beint í flasið á Ingu og Inga rýkur af stað með pökkinn. Jæja góðar áhorfendur, fyrsta leikhluta lokið. Leik SR á móti SA. SA skoraði 3 mörk í þessum leikhluta og SR er enn markalaust. Sjáum hvort að það breytist í næsta leikhluta. Það er mikill baráttuvilji. Ég ætla að taka mér smá hlé þar til að annar leikhluti byrjar. Við bara sjáumst hress eftir það bil 14 mínútur.
Sæl aftur. Nú fyrir annar leikhluti að hefjast. Staðan er 3-0 SA í vil eftir fyrsta leikhluta. Nú skipta liðunum vallarhelming. Það stilla sér hérna upp á miðjunni og bíða eftir að allir verði tilbúnir. Það var leikmaður númer 18, Berglind Leifsdóttir hjá SA sem að fekk refsingu þarna alveg í blá lók fyrsta leikhluta. Svo nú byrja SA-stelpur einum færri og þær spila þá 5-4. Þannig að SR spila núna leikmanni fleiri næstu 1,5 mínútuna. Og það ná vonandi einhverjum góðum sóknum. En SA-stelpur að pressa mjög hátt uppi og ætla ekkert að hleypa þeim neitt nálægt marki. Þarna eiga þær hjá SR að reyna að ná bara skoti á mark leið og þær sjá eitthvað smá opið færi. Alexandra missir pökkinn hérna aðeins og langt frá sér. Þessar stelpur að reyna að stilla upp í sókn. Caritas búin að koma sér fyrir hérna alveg í slottinu fyrir miðju. Skot frá Apríl en það fer þarna alveg út í horn. Lið SA nú fullskipað. Þarna var leikmaður SA inn fyrir blálínuna þegar bökkurinn fer út og inn aftur svo að við dæma rangstöðu. SA hefur þetta uppkast. Bera bekkinn hérna vel inn í sóknarsvæðið, ná sendingu fyrir markið og það var skot hérna örlítið framhjá. Hérna reynaður á annar skot, það líka framhjá. Hérna 3., 4. og 5. sem endar inn í markinu. Sýndist þetta vera leikmaður númer 19, Amanda Bjarnadóttir. Staðan er 4-0 fyrir SA þegar rúma 2 mínútur eru liðnar af öðrum leikhluta.
Jónína Guðbjörnsdóttir skýtur þarna. Nei, þetta var Katrín, númer 24, ekki 21. Já, einmitt. Skot á mark og Andrea ver það. Bökkurum fer út fyrir varnarsvæði SR. Þessar stelpur ná að halda þessum bekki inn í svæðinu og reyna við skot á mark en það fer aftur fram hjá. Frumu skot á bláu línu frá henni Ingu Aradóttur. Karitas nær að hreinsa hér út fyrir SR. Fyrirgjöf sem hafnaði fyrir niður í horninu. Mikil barátta hérna á Örnubjörg SR. Alexandra kemur pekkinum út. Katrín sem skýtur að markinu en það fer framhjá. Þarna lufsaðist hann inn meðfram skautanum hennar Andru. Lag þarna, hún var eiginlega með hann en lag inn þarna. Þetta var skot frá Katrínu. Leikmann númer 24 hjá Skautafélagi Akureyrar. Fimmta mark SA í þessum leik. SA tekur uppkastið. Kristín kemur pekkinu þarna inn fyrir blálínuna og SA-stelpur kom honum jafnharðan út. April gaf þarna SA-stelpum færi á að stilla þessu upp. En SA nær valda pekkinu. Inga skýtur á markið og Andrea ver. Glæsileg markvarsla hjá Andreu. Það var mjög lúmst skot. Hún greip þetta með hanskanum. Virkilega vel gert hjá Andreu markinu. Það var flott skot sem hún fékk þarna á sig. Heiðir reynir að hreinsa hér út. Andrea liggur þarna ofan á pekkinum og dómararnir flauta strax.
stoppa leikinn. Þetta uppkast endaði nú bara út fyrir varnarsvæði SR. Það var engin leikmaður SA þarna til að taka við þessu. Misheppnað skot á blálínunni. Dæmd á lið SA. Þá mega leikmennir ekki skipta út af. Svo þær stilla hérna upp fyrir uppkast. Varnarsvæði SA. SA hafði þetta. Glæsilegt hóptjekk hérna hjá Caritas. Þessar stelpur eru að pressa svolítið hart núna. Það eru þrjár á SA fyrir fram á markið, ná skoti á mark og fyrir þverslána og yfir. Þessar stelpur eru að berjast við að hreinsa út. Inga reynir skot með ísnum hérna frá bláu línunni. Það er oft sem að þau skot gefa mjög góð endurköst eða svona rebound. Það fer ekki í púðan hjá markmaðurinn hendir sig niður og fer í púðana og pökkurinn speglast oft út þarna fyrir fram á markið. Þá er yfirleitt leikmaður fyrir framan markið búið að stilla sér upp og bíður eftir að grípa þennan pökk. Þetta endar oft inni, þetta verður þetta krafak sem ég var að tala um þarna áðan í fyrsta leikmynda. Nú var dæmd ísing á lið SR, svo uppkastið er tekið varnarsvæði SR. Nú leikurinn það bil hálfnaður, hálfnaður annar leikluti og SA hefur skorað 5 mörk. Þetta var skot á löngufæri en Andrea varði það. Skotin Dynja á Andreu varði þetta glæsilega. Nú verður að senda April í refsibóksið fyrir tripping sýnist mér. Leikmenn lið SR spilar þó einum færri næstu 2 mínútur nema að komi mark frá SA. Þá sleppur leikmaður SR fyrr úr refsibóksinu.
Þarna munaði mjóu. Andrea varði þetta. Jónína Guðbjörnsdóttir reynir þarna skot frá bláu að fer í vörnina á SR. SR-stelpur ná að hreinsa út úr svæðinu. Löng sending hérna yfir ísinn. Þessar stelpur missa þetta sjálfur út fyrir og þurfa þá allar að koma út fyrir bláu og mér sýndist þetta nú vera rangstaða. Dómararnir voru kannski ekki alveg nú vel staðsettir þessu sinni. Hann kemur ekki að sök. Brynhildur reynir þarna að slá pekkinum frá SA. Hann slær hann í lappirnar á henni. Ekkert mark, segir Helgi Páll. Hann var þarna innanverð sláinn stöngin út, sýndist mér. Það munaði litlu. Þarna skoraði leikmaður SA bara á sömu sekúndu og Apríl kemur út úr refsubóksinu. Það voru í raun og veru, SR-stelpur voru orðnar 5 á ísnum en Apríl var bara nýstigin út úr refsubóksinu þannig að hún var í raun ekki búin að stilla sér neitt upp til að taka þátt í því sem var að gerast. Staðan er 6-0 fyrir Skautafélagi Akureyrar. Karitas fær þetta skot beint í lappirnar eða leggklífarnar öllu hellur. Gunnborg Brasa reynir hérna skot en það við framhjá. Brynhildur ber pökkin hérna í skyndisókn upp ísinn. Glæsilegt skot en Birta ver þetta í markinu á SA. Að reyna aftur. Apríl náði ekki alveg að skjóta þessum pekki. Hún reynir aftur. Rétt framhjá. Það vantar ekki baráttan í SR-stelpur þrátt fyrir að vera 6 mörkum undir. Það gefast aldrei upp þessar stelpur. Það er alveg sama hvað bjátar á og það ætti aldrei að berjast. Þarna skot á Andru. Smá ver. Pökkur er laus fyrir fram á markið. Arna Björg kemur honum þarna í hornið. Þetta fer í leggklífarnar hjá Heiði. Guðbjörg heldur pekkinu hana. Kemur honum inn í horn í varnarsvæði SA. Kristín með góða pressu. Beini leikmanna SA þarna alveg upp með batnanum.
Alexandra alveg komin á fulla ferð. Glæsileg varnarvinna hjá henni Brynhildi. Kom í veg fyrir að þetta skot kæmist nálægt markinu hjá Andreu. Andrea varði þetta skot vel. Það var skot frá leikmanni númer 11 SA, Hilma Bergsdóttir. Skot á mark, fór hérna af varnarmanni SR beint í hornið. Þessar stelpur verða að leita færi. Skot frá Ingu Aradóttur. Arna skýtur þarna markið. Þessa fyrir aðeins yfir. Úps. Karitas fellur við. Þess að ná skota á mark en Andrea varði það. Þessar stelpur ná að stoppa þessa sókn hjá SA sem var orðin ansi löng. Leikmaður númer 18 hjá SA, Berglind Leifsdóttir, hún náði að þræða sig þarna alveg upp að marki gegnum vörn SR. Hún náði þarna skoti sem Andrea varði. SR tók þetta uppkast. Úps. Þarna stóð Helgi beint í skotlínunni. Fekk hérna aðeins pökkinn í löppina. Þetta veit ég hvort það var skot eða sending. Þetta fór allavega í 2 varnarmenn SR. Ísing dæmd á lið SR. Það eru rétt rúmar 2 mínútur eftir af öðrum leikhluta og staðan er 6-0 SA í vil. Skot nánast beint úr uppkastinu hjá SA en það fór framhjá. Löng sending þarna upp á Ingu á blálínni sem skýtur að markinu. Brynhildur kemur pekkinum þarna út.
stoppar þessa sókn hjá SA. Heiður með góða pressu þarna á Jónínu Guðbjarts. Allir í skiptingu, það var nú eiginlega bara enginn inn á ís þarna akkurat þegar sendingin fór á stað. Þessar stelpur reyna að ná skoti á mark. Það var nú allt opið í fjarstönginni hjá Andreu. Pökkurinn hérna í krísunni og Andrea nær að sjá hann og fristir pökkinn. SA tekur þetta aukast. Caritas kemst þarna inn í sendinguna og kemur í veg fyrir að þær nái sókn hérna strax eftir uppkast. Bíddu, nú er verið að dæma á hvern, já, Brynhildur er á leiðinni í boxið. 2 mínútna dómur fyrir tripping sem þýðir það að næstu 16 sekúndur sem eftir lifa af öðrum leikhluta spila SR-stelpur einum færri og ef ekkert mark kemur á þessum 16 sekúndum þá byrja þær einnig 3. leikhluta einum færri. Þarna kom skot frá Hilmu sem Andrea varði. Þá er öðrum leikhluta lokið í þessum leik á milli SR og SA. Staðan er
sæl aftur. Nú fer þriðji og síðasti leikhluti það bil að hefjast. Brynhildur Hjaltested, leikmaður SR, fékk dóm hérna rétt undir lok annarar byrjatu. Svo hún situr enn í refsuboxinu núna í upphafi þeirrar þriðju. Staðan er 6-0, Skautafélagi Akureyrar í vil. Það eru 20 mínútur eftir af þessum leik. Ég er búin að stilla upp. Þriðji leikhluti er nú hafinn. SA byrjar í sókn. Þessar stelpurnar eru 4 en þær stilla sér þétt upp í vörninni. Reyna að passa að SA ná ekki nógu góðu skoti á mark. Ná skot. Markmaður SR, Andrea, og hún er búin að skipta við hana Telmu. Þannig að núna síðasta leiklutan stendur Telma í markinu fyrir SR. Þetta var alveg hárrétt dæmt hjá henni Ingibjörgu. Bekkurinn fór þarna út fyrir bláu línuna. Og SA því dæmt rangstætt. Það stillar sér því upp fyrir uppkast hérna rétt utan við bláu. Og SR nær vældi á pekkinu. Alexandra kemur honum hérna fyrir aftan markið og Apríl út úr svæðinu. Helgi Páll passa sig að vera ekki fyrir. Alexandra ákveðin hérna fyrir markið. Karitas var tilbúin hérna fyrir sendinguna fyrir framan markið en fékk hann ekki. Brynhildur er komin inn á. Svo SR spilur með full skipað lið. Kolbrún, leikmaður SA, skautar hérna upp allan ísinn og
Þess að reynum að komast aftur í sókn. Reyndi Katrín alveg þrjumur skot en það fór nú beint á hana Brynhildi. Þess að missi pökkun út fyrir svæðið. Það þarf að stilla upp aftur. Þessar hreinsa frá markinu. Það var bakhandarskot frá Katrínu í átt að marki. Thelma stoppaði það. Þarna vantaði leikmann SA til að taka á móti þessari sendingu. Þessar nær valda pökkunum. Kom hann hérna út fyrir blálínuna. Skot í átt að marki og fór hérna rétt framhjá. Ísing SR, þarna var ágætis hugsun. Hérna afbrigðilega ætlaði að senda langt upp ísinn. Brynhildur var þarna mjög nálægt varnarsvæði SA. Stilla upp í varnarsvæði SR. Kemur hérna skot á mark úr uppkasti. Og leikmann nr. 10 Sólrúnu. Markið hérna orðið laust. Það eitthvað að bæta úr því og Helgi gefur hérna ábendingar að vanti borvél. Vindur sér í verkið. Það alltaf að passa upp á það að markið sé rétt staðsett og sé fast og ekki skakkt og ekki neitt. Jæja, það er búið að bjarga þessu. Getum við haldið áfram. Skýtur Inga frá bláu línunni. Thelma varði það. Annars skot frá Ingu beint í púðana hjá Thelmu. Karitas SR tekinn á rásókn í átt að marki SA. Og SA sækir að marki SR. SA í sókn. Jónína var komin hérna fyrir fram á marki og beið eftir sendingunni. Mislukkaðist aðeins. Akri liggur hérna eftir varningnum. Hökkurinn komin út fyrir bláu línuna, svo allir leikmenn SA þurfa að færa sig út fyrir áður en það mega halda áfram að sækja. Skot í átt að marki. Það hreinsar Arna Björg frá markinu. Þessi
og beint í kviðin á Thelmu. Þetta uppkast tók SR. Alexandra með pökkinn, Kristín hérna með henni. Skot á mark, glæsilegt, koma svo, liggur ofan á honum hérna Birta. Nei, stopp nú, segir Helgi. Það munaði mjög litlu að hann læki þarna inn fyrir línuna. Það var góð tilraun hjá SR. Það munaði þarna alls ekki miklu, þannig að endilega halda áfram að reyna. Það sýnist með Brynhildur hafa fengið einhverja vítamínsprautu í rassinn og hún ætlar sig að skora. Það er mikil barátta. Já, þarna var skot bara á marki frá hana Kristínu, þarna nánast frá miðjum ís. Það eru hvergi hættar stelpurnar í SR. Ingibjörg fekk þetta beint í lappirnar. Það er nú verið fínt ef hann farin bara út á svæðið. Eins og Apríl ætlaði sér. Það er í sókn. Reynir að ná skot á mark. SR-stelpur eru þéttar í vörninni. Katrín er þarna með pökkinn. Reynir bakhandarskot á hana Thelmu. Thelma sá við henni. Þarna kom skotið af löngu færi. Lufsaðist þarna yfir herðarnar á Thelmu. Þetta var leikmaður númer 15 og Sveindís Sveinsdóttir. Staðan er 7-0 fyrir SA. SR-stelpur eru harð ákveðnar. Það gefið ekkert eftir sko.
Brynhildur með vald á pekkinum, skautar hérna hratt í átt að marki þessa. Reyndi Alexandra skot, varnarmaður þessa stöðvaði það áður en það komst að markinu. Katrín hérna nánast einu á móti marki. Telma hleypti henni ekkert í gegn. Svo kom hérna annar skot aðeins utar sem fór langt yfir. Arna Björg, leikmaður SR, nær að hreinsa hérna út. Heiður reynir að koma á pekkinum út fyrir varnarsvæðið. SA stelpur sækja hart. Og skot á mark frá Heiði þarna. Liðin ís, Birta stoppar það. Stilla upp í varnarsvæði SA og SA tekur þetta uppkast. Skot á mark hjá Kristínu, Príðuna hjá Birtu. Annað skot, glæsilegt hjá SR. Skyndisókn hjá SA, leikmaður SA, einn á móti marki. Leikmaður númer 17. Eða hvað? Ég sá ekki almennilega númer hvað hún var. Ég verða að upplýsa ykkur það rétt og eftir þegar við erum búin að uppfara hítruna. Staðan er 8-0, SA í vil. Skot beint úr slottinu frá SA. Telma varði þetta glæsilegt hjá henni. Kristín Ómarsdóttir, leikmaður SR, kemur þessum pakki út en hann fer jafnharðan inn aftur. Já, 8. mark SA skoraði leikmaður númer 27, Kolbrún Björnsdóttir.
Þessa góður sókn þarna. Ná skot á mark en Thelma varði það. SR tekur þetta uppkast. Fast skot af löngu færi frá Ingu Aradóttur, leikmanni SA. Annað skot frá Ingu, en það fór framhjá. SR pressar hérna á SA í varnarsvæði SA. Skoppar þarna á milli liðana í hlutlausarsvæðinu en endar með því að SA er í sókn og Thelma þristir pökkinn eftir 2-3 skot af stuttu færi. SR tók þetta uppkast. Reyna að ná pökkinn út. Gefa leikmannum SA ekkert mikið svigrúm. Lúkur upp ísinn. Mislukkuð sending fyrir fram á markið. Alexandra stöðvaði þessa sókn. Skot beint í vörn SR. Katrín hringsólar þarna í kringum markið og fyrir aftan markið. Og skot beint í legglífarnar hjá Caritas. Stilla þær upp. Nú er hellingskraðak fyrir fram markið. Þessar stelpur spila vel í sóknarsvæðinu og góðum sendingum sín á milli. Þarna tók Inga Aradóttir leikmaður númer 5 hjá SA svo kallað
wraparound mark. Ég veit nú ekki hvað það kallast á íslensku, en þá fer leikmaðurinn svona fyrir aftan markið og laumar pekkinum svona inn fyrir stöngina með svona einhvers konar krækju. Staðan er 9-0, SA í vil og SR tekur leikhlé nú þegar 2,5 mínúta eru eftir af síðasta leikhluta. Leikurinn er hafinn aftur eftir leikhlé. Það eru 2 mínútur rétt rúmar eftir af síðasta leikhluta. Og SA er í sókn. Heiður, leikmaður SR, kemur pekkinum hérna út fyrir blálínuna, stöðvar sókn SA. En þetta er að stilla upp aftur. Skot yfir mark frá henni Katrínu á SA. Mark. 10. mark SA, skorar leikmaður nr. 24, Katrín Björnsdóttir. Þetta var öruggt skot sem endaði hérna beint í neti SR. Staðan er 10-0. Þrír leikmenn SA á móti Caritas í vörninni. SA missi vald á bekkinum. Þá er flauta til leiksloka. Staðan 10-0 fyrir SA. SR stelpur eru að klára hér sinn síðasta leik í deildinni á þessu tímabili. Stóðu sig vel.
verður spennandi að fylgjast með þessum stelpum á næsta tímabili. Við óskum SA til hamingju með sigurinn. Þær eiga eftir að klára svo úrslitakeppnina og móti liði Fjölnis. Ég vil þakka fyrir mig, þakka ykkur fyrir að horfa. Ég heiti Jóhanna Barðardóttir og hef verið að lýsa leiknum fyrir ykkur hérna í kvöld. Þið hafið það gott, áhorfendur góðir. Þangað til næst. Takk fyrir.